og réttlæti séu í raun ein volduð hreyfing. Samnefnari þeirra sé lýðræði, en ekki það lýðræði sem ástundað og skrumskælt af fyrirtækjum og þjóðríkjum, heldur hugmyndum stjórn almennings sem sprettur fram hjá fólkinu og úr menningunni. Sjálfsforræði og fjölbreytni eru kjarnir hreyfingarinnar, ólíkir hópar starfa saman að grundvallaratriðum án þess að einn ráði yfir öðrum. Þetta verðum við að læra. Við þurfum líka að raungera það gott sem í okkur býr og virkja það í samneyti við náungann. Í nafni Íslands hafa menn stokkið út allan heim í bjánalegum víkingabúningum að féfletta saklaust fólk. Nú skulum við frekar hugleiða hvað við getum gefið að auði okkar á menningu og ekki síður hvað við getum lært og þegið af öðrum hrokalaust. Alræðið þrengir aðeins og dimmur skógur. Við skulum höggva okkur rjóður hvert og eitt til að finna okkur sjálf og skapa olnbogarými fyrir sköpunarmátt og athafnaþörf í stað sálarlausar neyslu. Hættum að vera bara atkvæði eða tæki auðsins til að skapa hagnað, þannig verður hver manneskja verðmætari í gangverki samfélagsins. Einstaklingurinn þarf með eigin afli að komast hjá því að vera verkfæri. Þá vex styrkur hvers og eins í samkennd og samhjálp í nýrri vídd ábyrgðar eins og svo berlega kom í ljós daginn þegar mótmælendur fóru að verja lögguna. Lítill viðburður á ytra borði er risavaxinn að inntaki því að með honum magnaðist siðferði styrkur mótmælanna. Hinn heilsteypta manneskja verður þó aldrei annað en hugsjón því að við erum ófullkomin. En við þurfum samt hugsjónir. Þær dagaði uppi í kaldhæðni 20. aldar, en nú grípum við til þeirra aftur með heitum huga til að byggja upp lýðræði og betra samfélag og það tekur sinn tíma. Nú nærast stjórnmálamenn og fjölmiðlar á gagnkvæmu hugmyndaleysi í innihaldslausu pókerspili einstaklinga og flokka það hver skuli ráða. En við þurfum enga helvítis leiðtoga við höfum fengið nóg af þeim. Við þurfum lifandi samræðu þar sem ein hugmynd kveikir aðra betri. Við þurfum fólk með drauma og hugmyndir og við þurfum fólk sem kann að vinna úr þeim og við þurfum fólk sem kann að gera þeirra veruleika. Við þurfum líka að tileinka okkur bestu reglur gangverk samfélagsins og stofnana þess. Við eigum eftir að gera mistök á villasta leið en samræðan og samstæðan verða að vera leiðarljós og þá skulum við minnast orða skáldbóndans. Hann sagði, hvert straumarnir stefna vil ég reyna að skilja og aldrei snupra jafnvel barns hendi í fálmandi framfara viðleitni þó ég sjái hvað hún seilist skammt. Hvar hafa dagar lífsins lit sínum glatað, orti forsjúkt íslenskt ungskáld í þýskri borg fyrir löngu síðan. Við höfum glatað litbrigðum úr okkar eigin lífi í tröllahendur og við þurfum að endurheimta sjálfsvirðinguna. Sjálfsvirðinguna, fegurðina og framtakið, við þurfum að skapa raunverulegt lýðræði og sú bylting er rétt að hefjast. Ég skal bara telja upp fyrir ykkur ástæðurnar fyrir því að ég, miðaldra húsmóðir í Vesturbænum, hef staðið og barið ruslatunnulokið mitt með súpuausinni eins og ég ætti líf mitt að leysa undanfarið. Og í raun finnst mér að líf okkar liggi við og að við verðum að taka höndum saman og gera stórkostlegar breytingar á samfélaginu okkar ef það á að verða lífvænlegt fyrir okkur og frambúðar ábúendar þessarar eyju. Ég segi bara eins og þú, minn kæri Jón Sigurðsson, ég mótmæli. Og þetta er það sem að ég mótmæli af öllu mínu kvenhjarta. Spilling, siðleysi, blinda, græðgi, þöggun, skilningsleysi, afneitun, samtryggingar, lygar, glæpir, þrjóska, vanhæfi, einkavinavæðing, hroki, vanvirðing. Sinnuleysi, ráðaleysi, gáleysi, fyrirhyggjuleysi, hræsni, fyrirlitning, arðrán, bankaleynd, leynifundir, plott, forsjárhyggja, stjórnleysi, stefnuleysi, valdníðsla, valdagræðgi, eiginhagsmunir, sjálftaka, sérhyggja, landráð, eftirlitsskortur. Á ég að halda áfram?
efasemdir. Siðblinda, efnahagsofbeldi, skoðanakúgun, stjórnsýslulagabrot, undanskot, fláræði, undirferli, ábyrgðarleysi, alræði, kúgun, lögleysa, lögbrot, gjaldþrot, hrun, getuleysi, sýndarveruleiki, blekking, yfirhylming, siðrof, trúnaðarbrestur, vantraust, slímsetur. Ég er ekki búinn. Það er fleira sem ég mótmæli. Framkvæmdaleysi, óheiðarleiki, ógegnsæi, feluleikur og flokksræði, mafía, minnisleysi, undanbrögð, klíkuskapur, vonleysi, valdatafl, ósómi og neyðarlög, ólög, mannréttindabrot, auðvaldsklíkur, hagsmunagæsla, mannfyrirlitning, óskamfeilni, sukk, svínari, veruleikafirring, fjölmiðlaþöggun, upplýsingaskortur, samsæri, niðurskurður, ótti, ósamræmi, svindl og baktjaldamakk. Gleymdi ég einhverju mikilvægu? Eins og þið heyrið, þá höfum við ærna ástæðu til að standa hér saman í dag. Upp úr grasrótinni munu spretta ný lýðræðisævintýri sem við skrifum sjálf eftir okkar eigin duglega og klára höfði og eftir réttlátum hjartslætti þjóðar sem skynjar hvar þarfir hennar liggja og sem veit hvert hún vill fara. Gefum börnunum okkar nýja von, skýra framtíðarsýn og samfélag sem er heilbrigt og réttlátt. Ég trúi á hugrekki okkar til að gera nauðsynlegar breytingar og ég treysti þessari þjóð til góðra verka. Þess vegna stend ég hér. Við, ég og þið, við eigum mikilvægt erindi á þessum ögurstundum, erindi við nýja framtíð. Ekkert er betur til þess fallið að kæfa lýðræðis- og jafnaðarbyltinguna á Íslandi en að neyða hana með örstuttum fyrirvara inn í tilbúin mót fulltrúalýðræðisins. Því hefur reyndar verið hamrað svo rækilega inn í hausinn á okkur að þessi birtingarmynd lýðræðisins sé eina lýðræði. Á okkur detta varla í hug mótbárur eða efasemdir. Líklega á svipaðan hátt og þegar við trúðum því þangað til nýlega að óheftur kapitalismi væri hið eina mögulega fyrirkomulega efnahagsmál. Lýðræði, framboð, kosningar, leikreglur, stjórnlagaþing, nýtt umboð, jafnvel nýtt lýðveldi. Er þetta ekki hámark hamingjunar? Auðvitað kann það að virðast svo. Ég stóð hér í sömu sporum þann 15. nóvember síðastliðinn og talaði fyrir stofnun nýs lýðveldis. Síðan þá hefur hugmyndin fengið byr undir báða vængi. En ég óttast að á bakvið búi ekki alltaf nægur skilningur á þeim róttæku umbreytingum sem þarf að gera á allri samfélagsgerðinni til þess að hægt sé að tala raunverulegt lýðræði. Róttækt lýðræði sem í reynd gefur þegnurum jöfn völd til ákvarðana heill samfélagsins. Afnumi að eignarhaldi á fyrirtækjum og auðmagni verði dreift í eðlilegu samræmi við nokkurn veginn jafnt framlag okkar allra til samfélagsins með vinnu okkar. Við megum ekki blekkja sjálf okkur með því að halda að ný stjórnarskrá og ný kosningalög eða innganga í Evrópusambandi geti leyst þann vanda sem er rótin að meginum samfélags okkar, misskipting auðs og gæða. Fólkið í landinu þarf að ná lýðræðislegum tökum á auðmagni og gæðum, ekki bara að finna upp leiðir fram hjá þessu vandamáli. Vissulega eigum við að taka þátt í kosningum, færa fram tillögur okkar stjórnarskrárbreytingar, taka umræðuna ESB alvarlega og taka þátt í stjórnlagaþingi. En látum samt ekki blekkja okkur. Á sama tíma er hin raunverulega framtíð íslensks samfélags í hraðri mótun inni fyrir luktum dyrum. Skipuleg endurúthlutun á sér nú þegar stað í ríkisbönkunum. Endurúthlutun á fyrirtækjum, endurúthlutun á réttinum til auðlindanýtingar í hendur sömu valdastéttar og áður sat af þessum auðæfum. Leið og skuldunum er hins vegar úthlutað til okkar sem hér stöndum. Við þurfum að öðlast lýðræðislegt vald yfir atvinnurekstri og auðlindum sem kemur í veg fyrir þann skelfilega aðstöðumun sem er rót spillingar og óstjórnar.